Matur. Það er fátt mikilvægara en góður og heilnæmur matur. Matís ohf. Vinnur að rannsóknum og nýsköpun á matvælum til að efla matvælaöryggi og lýðheilsu og stuðla að aukinni verðmætasköpun. Með fjölbreyttu samstarfi við fyrirtæki og stofnanir eru niðurstöður rannsókna og þróunar nýttar til að auka þekkingu og skapa verðmæti í samfélaginu með áherslu á sjálfbæra og umhverfisvænni nýtingu lífauðlinda. Við vinnum stöðugt að eflingu matvælaframleiðslu og aukinni samkeppnishæfni íslenskra afurða og það gerum við í nánu samstarfi við matvæla- og líftækni fyrirtæki til sjávar og sveita. Með þessu samstarfi skapast bæði ný þekking og meiri verðmæti með áherslu á sjálfbæra nýtingu á auðlindum. Höfuðstöðvar Matís í Reykjavík og auk þess eru starfsstöðvar vítt og breitt landið. Við látum að okkur kveða á öllum stigum matvælaframleiðslu og virðiskeðju matvæla. Meðal mikilvægra verkefna sem Matís hefur komið að má nefna fullvinnslu og nýtingu á ýmiss konar hliðarafurðum, bætta vinnsluferla, vöruþróun, úrbætur og pakningum og flutningsferlum, þróun á nýjum próteinum til fóðurgerðar, sjálfbær nýtingu auðlinda, líftækni og erfðarannsóknir og þróun á nýjum ensímum. Það er mikilvægt að við þekkjum matinn okkar. Til að tryggja öryggi, heilnæmi, gæði og rekjanleika í matvælaframleiðslu þarf fjölbreyttar mælingar sem sýna að allir ferlar framleiðslunar séu góðum og öruggum farvegi. Haldbæri gögn frá rannsóknarstofum með alþjóðlega faggildingu eru grunnur að allri umræðu lýðheilsu þjóðarinnar, því við verðum að vita nákvæmlega hvað það er sem hefur áhrif á líf okkar og heilsufar. Rannsóknarstofur Matís bjóða upp á örveru, efna- og erfðarannsóknir á matvælum, vatni, hráefnum, lyfjum, fóðri og umhverfis sýnum. Þjónustumælingar Matís fara fram í Reykjavík og í Neskaupstað. Hjá Matís er framkvæmt svokallað skynmat en það er kerfisbundið mat á lykt, bragði, útliti og áferð matvæla til að meta gæði þeirra. Hjá Matís eru einnig framkvæmdar erfða- og tegundagreiningar nytjastofna, búfjars og matvæla sem meðal annars má nýta við að koma í veg fyrir matvælasvindl eða við upprunarannsóknir á strokulöxum sem veiðast í ám. Matís rekur tilrauna fiskeldisstöð til að styðja við eldisiðnaðinn og lífmassaver þar sem hægt er að gera tilraunir og þróa vörur úr ýmiss konar lífauðlindum, til dæmis úr vannýttum hráefnum. Sem dæmi má nefna prótínduft úr efnum sem falla til við fiskvinnslu og landbúnað. Rannsóknarstofur Matís fylgja alþjóðlegum gæðastöðlum. Matís hefur faggildingu fyrir stórum hluta þeirra aðferða sem notaðar eru en faggilding er gæðastimpill sem vottar alþjóðlega viðurkenndar aðferðir og tækjabúnað. Hjá Matís er hægt að sækja úrval námskeiða í tengslu við matvælaöryggi, vinnslu og vöruþróun, en námskeiðin eru ýmist aðgengileg á netinu eða sniðin að þörfum viðskiptavina. Matís rekur tilvísunarrannsóknarstofur á breiðu sviði örveru og efnamælinga á Íslandi. Mælingar á tilvísunarrannsóknarstofunum eru framkvæmdar í samræmi við alþjóðlegar, opinberar og vottaðar mæliaðferðir. Þær veita einnig öðrum opinberum og einkareknum rannsóknarstofum aðstoð og leiðbeiningar við mælingar. Á meðal verkefna tilvísunarrannsóknarstofa Matís eru greiningar á salmonellu og listeríu í matvælum og mælingar á þungmálmum og varnarefnum eins og til dæmis skordýraeitri á ávöxtum og grænmeti. Tilvísunarrannsóknarstofur Matís hafa tækjabúnað og sérhæfða þekkingu sem fyrirfinnst ekki annars staðar á Íslandi og eru þær því grunnstoð í að tryggja matvælaöryggi fyrir íslenska neytendur. Matvælaöryggi snýst að allur matur sé öruggur og heilnæmur og Matís gegnir mikilvægu hlutverki við að tryggja einmitt það.
Það eru margar hliðar á þessu verkefni sem okkur er falið og stundum þarf að bregðast hratt við. Matís starfrækir öryggis- og forgangsþjónustu sem tryggir það að stjórnvöld hafa alltaf aðgang að öryggisþjónustu og sérfræðingum á faggildri rannsóknarstofu. Þannig styttist viðbragðstíminn fyrir möguleg inngrip stjórnvalda ef upp kemur matvælavá sem getur ógnað öryggi og heilsu neytenda. Starfsfólk Matís er stolt af sínu hlutverki við að tryggja matvælaöryggi í landinu og er ávallt reiðubúið að miðla af þekkingu sinni þjóðfélaginu til heilla.